Búm, komið þið sæl og blessuð. Dottin í beina útsendingu frá Kiki. Já, Kiki bar. Queer bar. Það sem allir eru glaðir. Já, og við erum í, sko, þetta er fyrsta skipti sem við gerum þetta reyndar. Saman. Að koma á bar sem að er... Pub quiz bingo. Já. Og þetta verður svolítið geggjað. Því við erum að fara að sjá hverjir í fyrirtækinu eru sko klárir og hverjir eru fáránlega heppnir. Já, ég skil. Þú veist, það er bara, nú kemur allt í ljós. En sjálfur heiti ég Helgi Sján og með mér aðstoðarmaður minn í kvöld, Hjálmar Örn Jónsson. Hjálmar, þakkaði fyrir að mæta hérna. Þetta er akkurat fyrsta spurning. Þetta er akkurat augt. Nei, ég er aðalkallinn, Helgi er aukakallinn. Þú ert aðstoðarmaður, eins og það heitir. Heyrðu, við ætlum að vera með, sko, já, pub quiz og bingo, eins og aðstoðarmaður minn kom svo skemmtilega inn á. Já. Þakkaði fyrir það.
vinningarnir eru ekki af síðri endanum. Nei, og ég get sagt ykkur það, Jens, vinnur okkar, hann búinn að standa sér fáránlega vel. Jens, bara bestu þakkir til þín, þetta eru geggjaðir vinningar og framkvæmdin á þessu og allt saman upp á topp 10. Svona á þetta að vera. Sko, við ætlum að byrja á pubquizinu, ekki Já, já. Og þar ætlum við að gefa vinninga meðal annars í jarðböðinu við Mývatn. Já. Gjafakort í Mínigarðinn, gjafakort í S4S, hann er góð félag okkar sem Já, heldur betur. Skór.is. Á það, 15 skona gjafakort, það er Homeline nuddbyssa fyrir þá sem eru stífir. Já, það er næs. Já. Og þyrluflug fyrir 2. Já. Þyrluflug. Það er svona... Þetta er bara, þú veist, og við erum með fullt á aukavinningu líka. Aukavinningar, það er Hamborgarafabrikan, það er gjafabríð í Bíó. Og við erum alveg líklega til að henda jafnvel á 1-2 aukavinningu á þá sem eru skemmtilegir í kommentarkerfinu. Já, ef þeir eru skemmtileg þá getum við... Við erum bara svolítið þannig gauðra, sko. Já. Þannig að ég er með opið hérna, ég er að sjá okkur hérna á streyminu, sko, ég er að sjá hérna hvað verið að kommenta á, sko. Já. Þetta er hörkuhópur, ég er búinn að heyra því, þetta er hörkuhópur. En Helgi, þú veist í vandræðamaður, hvernig berðu þetta fram? Er þetta bingo? Helgi Sján er nafnið. Hvernig berðu fram þetta THES? Það hafa verið nokkrar tillögur. Já, við vorum í vandræðum með þetta. Ég sagði þetta að verið THES. Þú berð fram TH sem TH. Þú gæti líka sagt The S. Við erum komin til The S. Herri, takk fyrir þetta Steina. Þetta konum við viljum þetta. Haraldur Björnsson er bara tónlist hjá mér í gangi. Ég held nú reyndar að flestir heyri nú í ykkur, annars væri það mikið synd ef við erum búin að tala og enginn við heyrt þessa gullmóla sem við erum búin að henda frá okkur. Ég held að þetta sé nú alveg þá væntanlega bara eitthvað stillingaratriði hjá þér, Halli minn. Steina, ég verð að fá að taka undir, Hjálmar og Helgi eru bestir. Já. Þetta er, sammála. Þetta er rétt svar. Rétt svar. Heyrðu, Jóhanna Valdís segir maður segir Þes, já, þes, já. Þes. Es og þes allt land. Þetta er bara geggjað. Sko, það er nefnilega eitt í þessu að já, tónlistin er í gangi og þið. Já, það er nefnilega akkurat þannig. Sko, málið er það að við munum byrja á því að spila pubquiz. Við ætlum að henda okkur beint í þetta. Og þið farið inn á kahoot.it 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 og það gæti nú verið að það verið bara kommenta hérna í kommentakerfið hvernig þetta er skrifað þannig að frá stjórnendunum streyma já, heyrist mjög vilja já. Þannig að hérna Bjarni Magg heyrist vel í ykkur já. En Helgi, útskýrðu aðeins fyrir þeim áður við byrjum hvernig það virkar. Sko, þið munum fara semst inn á þessa vefslóð sem heitir kahoot.it. Þar stimplið inn kóða sem við munum láta ykkur hafa og þar á eftir gerið nickname og svo bara kenninafn, eitthvað sem að þið jafnvel það sem þið heitir. Og svo er bara að byrja að svara spurningum og þið í raun og veru þurfið ekki að vera... Þið byrjið í raun og veru strax? Já, þið byrjið strax og eftir því sem eru fljótar að svara þeim en fleiri stig fá því. Þannig að það gæti jafnvel borga sig að vera sko fljótur og ljótur frekar en setn og sætur. Já, málið er það að það er eitt í þessu að við lokum síðan leikjunum. Við verðum að gera það. Já. Þú veist, það er náttúrulega mikill fjöldi að spila og eitthvað svona sko, en við segjum bara hérna nú að stoppa þetta er sigurvegari. Þannig að þú getur ekki komið aftur inn í leikinn og spilað eitthvað og unnið þetta eitthvað seinna í kvöld sko. Þetta er bara, við lokum. Við lokum leiknum og krýnum sigurvegara og í fyrstu umferð, Hjálmar, þá er gjafakort í Mínigarðinn fyrir 10.000 krónur sem er heilir hringur og matur fyrir cirka 4. Og í fyrsta sæti, það er gefið fyrir fyrstu 2, þá eru það jarðböðið með Mývatn, einhver heppinn sem fyrir hringinn getur farið þangað. Býttu, ertu með 2 vinninga í? Vá, ok. Já, þannig að það eru fyrstu 2 sætin og svo, eins og ég segi Hjálmar, þá erum við með svo aukavinninga. Pinnið í leiknum, kahoot.it, sjáu það hérna, kemur yfir skjáinn. Pinnið í leiknum mun birtast líka hérna fyrir neðan. Þannig að engar áhyggjur, þið mun sjá pinnið þó þið heyrið það ekki. Já. Og það er bara þannig, Helgi, pinnið í fyrsta leik. Pinnið í fyrsta leik. Það er 0-4-2. 0-4-2. 5-5. 5-5. 7-1-5. 7-1-5. Já, það er 0-4-2. 5-5, 7-1-5. Og við byrjum, þetta er raunveruleika quiz, Helgi. Þetta eru raunveruleika þættir. Já, raunveruleika þættirni. Nú reynir á þá sem hafa fylgst með lengi og stuð. Þetta er íslenskt, erlent, þetta er út um allt, sko. Við erum að fara með ykkur bara, þið vitið ekkert hvað þið komið eftir að búin í þessu kvöldi. Þetta er bara, þetta er veislukvöld, sko. Þetta er veislukvöld. Já.
Þið sjáum núna pinnið, það rúlar fyrir neðan í fyrsta leik, það 0-4-2-5-5-7-1-5. Já. Og svo svolítið geggjað eftir að við munum varpa á skjáinn efstu sætunum. Streyma mun gera það og varpaðar efstu sætunum á skjáinn. Hvernig þetta endar. Og eins með það ætlum að líka fara yfir kannski 1 eða 2 spurningar sem voru erfiðar, það er aldrei vinn. Einmitt. Við erum í hörku fjöruhelgi, það 20 spilarar nú þegar konur inn, þannig að 39 nú þegar, vá, þetta alveg þáttaka sko. Það varpa skjánum þínum, þannig að það eins gott að já, það eins gott að ég sé ekki einhver rugli hérna sko. Það eins og það eins og svo oft. En, ég verð að viðurkenna að það létt stemning hérna niður á Kiki. Það geggjað að vera hérna í downtown. Skemmtilegt að finna stæði. Já. Alltaf gaman. Alltaf gaman að leita stæðum. Það er góða 20 mínútur að finna stæði. Heyrðu, ég var að heyra það. Já. Að maður leggur sko, sem er svolítið skemmtilegt kannski með staðsningu sem við erum á núna. Já. Að því að ég var að keyra niður Skólavörðustíginn, hægra megin, sé stæði vinstra megin. Já, já. Og ef ég keyri sem sagt sko með frammendan öfugu megin og öfugur í stæðinu, þá getur maður fengið 10.000 sekt. Það er bara svoleiðis. Þú mátt ekki vera öfugur í ég fekk bara ábending, ég var að koma út úr bílnum, kom stelpa, hæ, ég hlusta á þættin ykkar, ég ætla að benda þér á að ég fekk sekt fyrir að vera öfug í stæðinu. En hvernig vita þeir, nema þú hafi keyrt rétt, en bakkað einhvern veginn inn í stæðið? Ekki handbremsubeyju inn í stæðið. Helmós Krastóttir spyr, mega makar taka þátt? Við erum að sjálfsögðu opnið fyrir að maka mega sjálfsögðu verið með. Hvað, þú veist, ekki allir með það? Mega makaskipti taka vera... Eru makaskipti? Já, makaskipti leið. Já, makaskipti eru sjálfsögðu leið. En þetta er svakaleg stemming. Við munum safna öllum úrum í eina körfu og í lokvölds verður dregið. Herru, það eru 72 spilarar mættir. Herru, það er alveg stemming. Það er rosalegt. Og eins og ég segi, þetta er svolítið þannig að við gefum þessu bara ákveðin tíma í byrjun og svo bara, boom, lokum við leiknum. Þá getur svona flestir eru búin að svara. Ég get náttúrulega ekki beðið eftir þeim sem eru mjög seinir inn. Þetta er bara eins og svipað að vera á tónleikum. Já. Bubbi byrjar að spila og þú ekki sagt, herru, getur við spilað fyrstu 2 lögin aftur. Ég heyrði þau ekki. Ég var að mæta það svo seint. Ertu að segja að þú sért Bubbi? Ég er svolítið að minna það. Bubbi... Sjáum fyrir ykkur að hver fræðasti maður sem heitir... Bubbi Quizins. Ég er Bubbi Quizins. Þegar frægustu quizina Hjálmars. Kemur mér 0% óvartelgi en í augnablikinu eftir, helming svara. Já. Þá er Bjarki efstur, Siggi í öðru og Ragnar í þriðja. Kemur þér það 0 á óvart? Að Bjarki sé eftir? Já, ég vissi að Bjarki var sjóðheitur, hann er hörkuspilari og hann leiðir í augnablikinu. En það er svolítið eftir. Fólk er ennþá að spila og með þess að Sigga og Brynjar, þau eru á fljúgandi siglingu. Heyrðu Níels biður fyrir kveðju í Cope City. Við erum með eina reglu. Það er alveg rosalega mikilvægt að, þetta er bara mikilvæg regla, ef þú hefur unnið einu sinni, semst fengið velun einu sinni í pubquizinu, þá getur ekki fengið velun aftur. Og þetta er ástæðan fyrir því svo að við erum hróuhöttur velunna. Já, við erum svona kommunistar í þessu. Þú getur unnið allt saman. Það þarf að dreifa auðnum. Þú þarf bara einu sinni velun í pubquizinu. Við getum ekki leyft sko... Einhver einokka þetta. Einhver gáðasti einstaklingurinn í fyrirtækinu. Eins og virðist þeirra Bjarki í augnablikinu, þá verður leiðilegt að hann myndi vinna alla leikinu og taka öll velun. Já, einmitt. En hann getur unnið alla en ekki fær bara velun fyrir. Þannig að það er regla. Svo er annað sem er núna, nú er þeir að reyna að hægja á vellum í Reykjavík líka. Já. Nú er allir bara að keyra á 40. Það er helviti gott sko, þeir eru að meina það sko að ef þú keyrir svona hratt, þá er svo mikið rík. Þannig að veit ekki hvað ég verið að gera heima mér. Hvað? Labba geðveikt hægt. Já, til að þyrfti ekki ríkinu heima. Á endurskólinu. Gísli Marteinn kemur inn til fólks, ætlar að passa að enginn fari of hratt neins staðar. Og svo líka maður talar og hátt. Það er bara að hvísla. Þetta fólk Helgi er 0% að spá í því. Það er á laugardagskvöldi, það er heima á sér, það er að spila pubquiz og þeim er skítsama hvort einhver sé að þyrli bríkið ekki. Það er bara svoleiðis. Ekki sammála því Helgi? Jú, þú ert ekki að fara að koma Gísla Marteinn. Sko, Helgi Torfi Jensen. Það er að styttast í sigurvegarann í fyrsta quizinu. Já. Og ég held að við getum svona officially að fara að loka því. Já. Ég er að bíða eftir einu meistara hérna að klára en annars er þetta er að vera búið. Og en þess að ég sagði á hann, þá verðum við einhvers staðar að stoppa þetta og flesti svona fór inn á nokkuð svipuðum tíma. En í 3. sæti og rétt svona, þú má segja svona rétt viðkomandi missi af vinning. Ok. Og það er aðeins hérna bara aðeins að vera með þetta alveg, það er svekkjandi fyrir viðkomandi því að hann var á fullu róli
Og það í 3. sæti tittnefndur Siggi Addi, rétt missir að minni. Siggi Addi, vel gert, næstu því. Í öðru sæti og fær þá, hvað annars sæti, gjafakort í mínigarinn. Gjafakort í mínigarinn. Fyrir 10.000 krónur. Takk þetta niður, skrif þetta niður, við erum að midda þetta. Og vegna þess að það Sigga og Brynjar. Sigga og Brynjar. Joint account. Þau... Nei, manstu hvað ég talaði áðan? Já, hvað? Óttaðist mest í þessu leik? Fyrstu sigurinn í kvöld. Ég sá sem allir spáðum myndi vinna. Það Bjarki. Til hamingju Bjarki. Fyrsti sigurinn í raunveruleika kvissinu og tekur þar með... Jarðböðum í Mývatn, gjafabréf fyrir 2. Neglas í norður. Neglas í norður. Það sem við gerum núna, við þurfum leik nr. 2. Svona virkar þetta bara. Hreinsiði, farið út, clear history, inn aftur í kahoot.it. Ragnar Steins að segja að það vantaði alla skemmtilegustu raunveruleika þættina. Já, ok. Ég veit að það gæti verið Temptation Island. Já, það gæti verið Temptation Island. Eða Love Island. Eða Love Island, já. Vorum við með eitthvað á Love Island? Nei, ég held ekki. Ég held að það sé engir... Já. En Love Island, það kemur næst. Þegar við verum aftur með það næsta ári. Já. Pinnið í leik nr. 2 og þetta við köllum þetta íslenska quizið. Þetta Hyper Turbo quiz, eins og ég kalla það. Já. Þetta bara 10 spurningar og sumar eru með styttri tíma og lengri tíma. Þetta getur farið svona illa með ykkur. Og pinnið í þennan leik, og það birtist að sjálfsögðu niðar á skjánum. Það 037 43 639. Það 037 43 639. Helgi, taktu við og fylgstu með og tala aðeins við fólkið. Hjálmar að bregða sér rétt á salernið. Nei, hann búinn að vera með talsverðan niðurgang í langan tíma. Ég ekki með það, það rugl. Málið það, ég get náttúrulega ekki, ég með svo mikið hver. Já. Þannig niðurgang. Heyrðu, við ætlum að skoða velunin í annar umferð. Ég held að fólk hafi heyrt þetta. Að þú varst að snýta þér? Já, ég náttúrulega mækaði, sko. Af hverju fór ég samt hingað yfir, veistu það? Þetta var eins og ég ætti ekki að taka við af þér að... Já, en ég ekki með COVID, það klárt. En getur þú verið með svona klút hérna og svona eins og sveitakall? Já. Heyrðu, og fyrsta sæti í annar umferð, það gjafakort í S4S. 15 skall í skór.is, er þetta ekki skór.is? Jú, já, þú veist, gildir í öllum vestlum S4S. Það alveg fullt af vestlum. Ok. Og það og hvað önnurvölurinn? Sko, önnur, ég var Jarðböðum í Mývatn. Já. Það eitthvað sem fer norður með Bjarka. Ok. Já, sko, Bjarki rosalegur. Sko, við getum sagt það, S4S, þá ertu með Ellingsen, þú ert með Nike-búðirnar, þú ert með skór.is, bara það í raun og veru, þetta rosalega stórt dæmi, sko. Hjá hann, sko. Stórt og mikið. Í leik nr. 2 í augnablikinu, það Dabbi. Dabbi leiðir, Ísak í öðru sæti, DT í 3. sæti, DT kom svolítið seint inn á hann. Já. Og það svona aðeins að, þú veist, það svona vantaði smá. En núna aftur á móti DT mættur eða mætt og það bara, það verið að rúlla þessu upp í augnablikinu á DT. Mjög gott skor. Hrefnar hann líka, Steina, okkar besta, hún í 7. sæti. Og svo PC og Eyþór Breki, þetta hörku spilarar, sko. Ég gaman að þessu fólki. Rauða Ljóni þarna. Já. Johnny & Co. Streyma þeir að skrifa niður vinningsafið ekki? Jú, það allt klárt. Margrét Péturs þarna, Helgi. Við erum líka að geima náttúrulega í... Já, browser. Já, það rétt. Þeir eru líka í browser. Browser to the browser. Og, vá, Ísak komin í eftir sæti. Heyrðu, og þétt á eftir Brussa. Í öðru sæti Brussa, en hún hefur lokið leik, þannig að hún hefur sennilega... Hún ætlar að fljóta að svara. Hvað gæti Brussa verið? Brynhildur, Unnur, Samuel... Nei, Brynhildur Unnur Samuelsdóttir. Já, auðvitað. Brussa. Brussan. Já. En eins og við talaðum aðan, þá ljúkum við fyrst þessum öðru leik núna eftir smá stund. Þetta svakalega stemmari. Og það sem ég ætla að gera núna að ég ætla að gefa, sko, nú fær annað sætið Engivelun. Hæ? Mér langar að gefa núna einhverju sem spilaði. Nei, við erum bara með aukavelun, já. Er það? Já, hvað með aukavelun? Já, hvað með það? Þetta fara annars sætið velun. Já, ok. Taka það af þeim. Hvað með aukavelun? Heyrðu, það verður Hamborgarafabrikan, gjafabréf, máltíð fyrir... Ok. Ég bara segja 2. Já, málið það er einn hérna inni í hópnum
sem spilaði en gekk ekkert upp. Okay. Og það svolítið svona eins og ég í menntaskóla. Já. Þú veist, ég mætti ekki vel. En ég ætla að hugsa að mæta oft og var nálægt í oft og mjög nálægt í að mæta. Varstu með lélega mætingu? Já, undir lokin þá var ég líka að byrja að vera með slappa mætingu. Ég hafði alltaf gaman að koma. En keyrði pabbi ekki í skóla? Ha? Nei, það var ekkert svoleiðis. Okkur það því pabbi keyrði mig 4 ára í skóla. Okay, það svoleiðis. Okkur, það þú að róðna fyrir mína. Ég ekki að róðna. Heyrðu, sá sem spilaði en ekkert gekk upp. Já, sem að fara á hamborgarafabrikuna. Já, það hún Sigrún Broskall. Sigrún Broskall. Hún fór jákvæð inn í leikinn. En gekk ekkert upp. En hún fær frá okkur hamborgarafabrikan. Já. Sigrún Broskall. Screenshotar þetta bara og sendir síðan honum Jens þetta. Já. Heyrðu, en í 3. sæti, rétt missir af þessu. Bara botnum á hann. Það Ísak. Ísak í 3. sæti. Já. Í öðru sæti, og fær það þessu verðlaun sem ég var næstum búinn að taka af því komandaðan, jarðbönn við Mývatn, það ekki? Jú. Það Kristín. Það er Kristín með einu enni. Já. Gæti verið Kristín eða vantaði þú. Já. Vantaði hana Kristín. Vantar hann hvort sko kommu eða auka enn. Sigurvegarinn aftur á móti í þessu íslenska kvissi, Hyper Turbo kvissi. Já. Engin annar en Eyþór Breki. Gefum honum gott klapp, Eyþór Breki. Fárlega vel gert, wow. Heyrðu, Jóhanna Valdís Þórðardóttir segir, oh my god, ég alveg úti að ski XXA. Já. Mikið erfiðar en hélt, segir Jens. Ég held að Jens hafi haldið það að við myndum senda honum sko svörin. Já. Gerður það ekki? Baði ekki það? Nei. Hann baði ekki það. En þetta magnað. Við erum komin í leik númer 3. Við erum komin í leik númer 3. Og svo eftir að spila bingo. Þannig að við erum bara svolítið rétt að byrja, sko. Wow. Það samt 18 myndir liðnar af þessa skemmtun. Og við erum búin að spila 2 leiki. Við erum að spila 2 í viðbót. Og fullt af bingo. Heiðarlega spenna. 18 mínútur á klukkunni. Það svolítið þannig. 42 mínútur eftir. Já. En Helgi, og því að við erum náttúrulega sjónvarpssjúkir og flestir sem að spila þetta eru sjónvarpssjúkir. Já. Þannig að ég ætla að þú reyndar ert alveg skalanum fyrir ofan. Ég rosalega sjónvarp. Já. Og það romantic comedy. Það eru romantískar gamanmyndir. Já. Eða eins og þetta kallað rom-com. Já. Og þetta kvissið þú samdir. Já. Á föstudagskvöldi. Já. Klukkan 9. Svolítið innblás, ég las hérna bókina hans Matthew McConaughey. Já. Alright. Ok. Og hann náttúrulega var mikið í þessum myndum, þangað til að hann létti sig mjög mikið og lék samkynhneigðan mann í bíómynd og vann Óskarinn. Já. Hann tók vendingu. Já. Við ætlum hins vegar í þessu að fara inn í þennan klassíska geira og við erum að taka margar af mínum uppáhalds. En Harry Met Sally og þessar gömlu góðu sem eru gömlu góðu romantísku bíómyndunar. Ok. Pinnið. Pinnið. Farð þú fyrst yfir vinningin. Ok, vinningarnir í þessari umferð eru Homeline nuddbyssa í fyrsta sæti, öflug nuddbyssa með 9 hraðastillingum. Vá. Það bara, þú gætir ábyggilega... Þetta geggjað samt. Ég prófaði það, þetta geggjað. Þú reyndar varst að nota þetta á staði sem að öðru sæti eru jarðböðin við Mývatn. Það er þá hægt að fara með Bjarka og henni... Já, það er að fara saman, það er að komast heldur góður hópur. Það verður flottur hópur sem fyrir saman. Það verður lítil rúta, Jens keyrir. Heyrðu. Hvað þá með pinnið í þriðja leik? 026 74 904. Það er 026 74 904. Og bónustalan? Heyrðu, hvað er að gerast Helgi í kommentakerfinu? Heyrðu, Gestur Ingi segist vera tengja við Herdísi og segist vera komið upp á bak. Ok. Ég hrifinn af henni Herdísi. Hún í landi, í Suðurpósta. Steina spyr, ekki vinningar fyrir okkur sem erum léleg? Jú, við vorum að gefa eitt. Gáum einum. Haraldur segir það var skammarvelunin, jú. Já. Þetta geggjað. Þetta góður hópur. Þetta jákvæður og skemmtilegur hópur. Við kunum vel að meta það, með alla hina hópuna sem við erum búin með. En það sem að geta, við erum að hlusta hérna á frumsamda tónlist eftir starfsmenn Streyma. Já. Þeir þekktu í skífu og sérstaklega fyrir þennan viðburð. Þannig að hægt að kaupa þetta inn á streyma.is
Og það 18 diskar í einum pakka. Af léttri hlustandi á tónlist. Og þetta bara diskum. Þetta kemur ekki á Spotify. Við trúum ekki á Spotify. En við sjálfsögðu þakkum Streyma fyrir sitt framræður búin að vera alveg frá. Mér finnst magna hvernig maðurinn sem í besta forminu inni getur verið að borða Snickers. Já. Ég haldið að þú ættir að vera að gera. Já. Þetta oft svona. Aðeins svona létt bak við tjöldin. Það í hörku formi fyrir framan okkur sem að japla á einu góðu Snickersi. Ertu búin að hreyfa eitthvað í dag? Var það þannig? Já, hann bara... Hann var að flytja í dag. Heyrðu, það maður sem var að flytja. Já. Förum við það í lokin, það verður skemmtilegi flutningar. Þetta svakalegt, þetta romantic comedy helgi. Ég að segja hana Ella Frímans, hún komin að koma sterk inn, sko. Býtum við, já, Ella Frímans. Já, en sá sem þú hafðir enga trú á honum. Jón P. og Kó, en þeir að gera virkilega gott mót. Ella Frímans eitthvað tengt Elli Ármanns? Ég held að sé. Ella Frímans ríkur upp töfluna, sko. Nú það? En Thelma Ósk. Heyrðu, toppfríður? Já, og Thelma Ósk, Thelma Leðir. Thelma. Já, hún þekkir romkomið sitt. Já, hún þekkir romkomið sitt, sko. Það verður nú gaman að heyri í ykkur, Hjálmar. Já, við tökum það eftir þannleik. Taka þá örstutt. Já. Endilega dæliði símanúmerinn ykkar. Ef þið viljið að við heyrum örstutt í ykkur. Þá var ég gaman að fá símanúmerinn ykkar og við hringjum hérna í beinni og heyrum aðeins í hópnum hvernig stemmingin Þannig að við þurfum að fá kommentin í gang og símanúmerinn. Leikur 3 svona hálfnaður, má segja, og það er eins og það helgi. Það er Ísak sér leiðir. Saki? Hann búinn að vera hérna við toppinn á þér. Hann var í 3. sæti í síðast, maður. Hann ætlar ekki að sleppa þessu maður. Nei, nú er hann... Já, og hann bara... En svo alltaf þegar pressan kemur á mann. Ég veit það. Þarf að svara. Þeir eru að fara undir ljósinn. Það er nefnilega málið. Já, það er svolítið þannig. Toppfríður, aðeins að gefa eftir. Og Thelma líka. Thelma Ósk aðeins að gefa eftir. Ætli þetta sé Thelma sem ég var að vinna með eins og ég veit það ekki. Það var gaman að þetta væri hún, sko, en ég held ekki. Thelma Ósk? Bara Facebook, tjekka á henni. Nei, ég er ekki með Facebook tengd. Ertu ekki með Facebook tengda? Hvað þýðir það? Ég er ekki á Facebook. Jú, heyrðu, þetta er rosalegt, Helgi. Við erum að fá, sennilega, nýtt nafn á lista. Já. Leikurinn er alveg að klárast. Ok. Þannig ég er bara svona aðeins að bíða eftir því að svona... En ertu komið eitthvað símanúmer? Heyrðu, já, það væri gaman að hringja í, sko... Heyri Jensarunum með það? Já, við getum gert það. Við getum líka heyrt í Thelmu. Ég er með hana, sko... Nú ertu með Thelmu? Já, ég geti verið með hana. Ok. Sko, ég er að fara að loka núna leik nr. 3 á meðan þú finnir út úr þessu. Já. Og Thelma má henda númerinu þarna, sko. Ég ætla að gera eitt núna, að ég ætla að gefa núna í sæti 1, 2 og 3 Helgi. Þannig ég vil að þú finnir einn aukavinning. Heyrðu, það er Jóhanna Valdís Torfadóttir. Já. En Helgi, hlusta á mig. Nei, þetta er síminn þinn. Já, þetta er ekki síminn. Hún ætlaði ekki inneign, þannig að það er ekki hægt að hringja í þínu. Í 3. sæti og fær verðlaun. Já. Komdu með aukaverðlaun. Komið inn aukaverðlaun? Já, fær aukaverðlaun þessu. Ok, það er í bíó, gjafabríf í bíó fyrir 2. Já, og í öðru sæti, aftur að slíta mér, hann lekur svolítið hérna. Ég get ekki verið í beinni útsettingu hérna. Hjálmar, en þú veist náttúrulega að heyrist í þér þó þú ferð út mynd, eða ekki? Þannig að nú heyrist þetta allt saman í útsettinguna. Ég ætla að biðja það afsökunar að þeirra borðaði eitthvað slíkt að hafið ekki mist matarlistana. Það byrjaði að leika á augunum. Heyrðu, eitthvað aðeins svona eiran á þér. Heyrðu, Regína. Á 3. sæti, hvað fær hún? Heyrðu, hún fær gjafabréf í bíó fyrir 2. Vel gert, Regína. 3. sæti í þessum romantic comedy. Í öðru sæti, Siggi Addi. Siggi Addi er að taka, hann fer í hópferðar eða langferðarbílinn í Mývatn. Já, þetta er engin helvitis hópferðarbíl, þetta er langferðarbíl. Það var ekki rúst. Já, láta hann vera. Það er Siggi Addi. Siggi Addi. Í 1. sæti, maðurinn sem endi í 3. sæti síðast. Já. Og þú hafðir enga trú á honum. Ég hafði trú á honum. Já. Það er Ísak. Ísak, til hamingju Ísak. Þú ert að fara... Fáránlega vel gert. Þú komið símanúmer? Ég kom með símanúmer. Og þú ert að fara heim til hans og ætlar að nutta hann, sýna honum á þetta. Segir hann hvernig hann á að nota byssuna. Við erum komin í leik nr. 4 en þú ætlar að hringja. Ég ætla að gera 1 símtal. Spurning hvort við lækum aðeins í tónlistinni. Heimasaminn tónlist. Halló. Jóhanna Valdís Torfadóttir.
Já, það hún. Sæl og blessuð. Helgi heiti ég, hringi hérna úr beinni útsendingu. Já, blessaður. Heyrðu, hvernig gengur? Ég bara að skýta på þessu. Jæja, til hamingju með það. Takk fyrir. Hvernig fannst þér rómantísku gamanmyndirnar? Þær voru heldur góðar. Ég held ég komist lengst þar. Já, ok. Var eitthvað mynd svona eitthvað uppáhald sem þú lendir á, eitthvað sem að... Þetta náttúrulega, ég er búin að sjá allar þessar myndir held ég. Þessi bara allar einhvern veginn, þær eru allar einhvern stall. Það er svoleiðis. Það er allar stall í hjartaðinu. Það er allar stall í hjartaðinu. Heyrðu, sko, við ætlum að henda á þig gjafabréfi á hamborgarafabrikuna. Það er bara svoleiðis. Nice. En aðalega því að þú ert sko, við erum nágrannar hérna í Mosfellsbæ. Já. Ég sé það. Ok. Jóhanna Valdís Þórodóttir var að næla sér í gjafabréf. Þannig að til hamingju þetta og gangi þið nú vel. Já, kærar þakkir. Okay. Verður það góðu bara? Verður góðu, við heyrumst. Geggjuð. Sáumst oft á þetta hverfisfundinum. Hverfisráðin, ok, bye. Helgi, sko, málið er það að mér langar að, má ég vera svo frakkur, að henda einu hamborgaragjafabréfi á komment sem ég sé hérna. Og mér finnst svo erfitt að sjá þetta. En það er Eggert Jóhannesson. Hann er stoltur í 30. öðru sæti í Romantic Comedy. Ok. En mér langar að gefa hann Eggert Jóhannesson. Þú ætlar að henda á hann líka. Þetta er frá mér persónulega til þín. Já. Og einn heppinn getur fengið að sjá Hjálmar. Ég hef alltaf verið í 30. öðru sæti í menntaskóla. Hefur þú verið? Já. 32 manna bekkur. Ég hef alltaf verið í 30. öðru. Ok. Við förum í fjórða leik. Loka leikinn og... Í pubquizunum. Já. Og bingo er eftir. Þannig hold your horses. Hold your horses. Hinnið í þennan leik, og þetta er unglingaþættir. Þetta er svona, einhver sagði, þegar við vorum að semja þetta, þá sagði eitt við okkur, strákar, þetta er allt unglingaþættir eða þið voru unglingar. Já. Þannig að þetta er eiginlega svolítið svona gamli sjónvarpsþættir eiginlega bara. Þetta eru unglingaþættir í gamla fólks. Já, það er svolítið þannig. En það verður gaman að sjá hver tekur þetta. En það er búið að dreifast líka svolítið svona, hver er að vinna þetta. Já, algjörlega. En pinnið er 038 43 252. Það er 038 43 252. Og eftir örskamma stund þá munum við hlusta á Hjálmar snýta sér aftur. Og það fyrir að koma að því, þannig að þið getið verið að undirbúa okkur hækka vel í græðunum. Það er eins og það er. Helgi alltaf góður. Alltaf léttur. Helgi hann er í Buffalo skóm. Er eitthvað heilsa því að það skulle vera aðeins læri ég þá og hann er í aðeins þykkbotna skóm. Bara skemmtilegt. Helgi, við erum komin í loka quizið. Já. Hlakka svolítið til að fara í bingo með þessu fólki. Já, það verður skemmtilegt. Já. Þetta er búið svona skemmtilegt í quizi, sko. Sem er ofta svona bara, þú veist, allir að svara eitthvað og þá er þetta alveg svona. En Margrét Péturs er að spá B10 koma sterkri. Já, Margrét Péturs byrjar þetta mjög vel, Steina líka og Dabbi, ég vil sjá Dabba klára núna. Hann er búinn að vera þarna við toppinn alltaf. Ég vil sjá hann klára þetta. Dabinator. Hrefn er hann líka, það eru 9 nöfn á lista núna, fullt af 9 nöfnum, en þetta er alltaf aðra spurningar. Herðu, Ella Frímanns. Nei! Jó, hún er í 5. sæti. Hún og Elli Ármanns. Já, kom og svo Telma. Heyrðu, Kristján Sigurbjörns er að biðja Jens að kommenta reglulega þegar hann er að fíla, sko, Blue Steel lookið. Já. Jens er náttúrulega, sko, sjóðheitur. Já, hann er sjóðheitur, það verður bara að segja alveg svo sko. Og hann er með silkiröld. Hann er með silkiröld? Já, við erum búin að tala mjög mikið saman í síma. Já. Ég hringdi hann í gærkvöldi. Já. Og hann er með svokallaða silkiröld. Hvað er það að hringja seint í hann? Það hefur verið, hvað? 12:30. Blessa. 3:30, 4. Hvað er í gang? Hvað er að fara að gera? Hann er búinn að standa sig fáránlega vel. Hann er búinn að skipuleggja allt frá A til Ö fyrir ykkur. Það er svolítið þannig. Frá alfa til zeta? Alfa til zeta. Helgi, það er staðan þannig að Ella Frímanns, hún dettur alltaf, leður byrjum að tala um hana. Þá dettur hún niður. Þannig að við hefum eiginlega bara hægt að tala um Ellu Frímanns. Saman með Telmu, Ísak, Sigurðurinn frá aðan, hann er í baráttunni, en hann þarf alltaf haus. Ég vil sjá Steinun okkar, Steina hana, ég vil sjá vinkonu okkar Steinu. Þetta eins og var. Rauða Ljóni er búinn að vera niðurlega líka. Delicious Jens. Delicious Jens? Er þetta 20. seti? Sko þetta er náttúrulega það sé Jens eða? Heyrðu, hann er að skýra sig sjálfan Delicious Jens. Getur það verið? En vísis, er þetta Delicious Jens? Þetta er Delicious Jens. Þetta er ekki Delicious. Heldur þetta eigi að vera Delicious? Ég held að hann vilji vera Delicious. En hann dreif ekki lengra. Það var Delicious. Þetta er ekki þetta. Heyrðu, ok, Rólegur Ísak segir bara. Rólegur
Ísak. Jórunn Þóra, ég er að fylgjast með henni spila núna, sko. Já. Ef hún klárar þetta, ef hún heldur haus og klárar þessar 3 síðustu. Já. Má sjá. Ég vil ekki setja ómikla pressu en ég verðum að fylgjast með henni spila hérna, sko. Curly Wurly segir það sárt að horfa á hvernig mig gengur í þessu quizi. Segi hver? Það er Curly Wurly. Curly Wurly? Ok. Ég fílaði alltaf Curly Wurly. Hvernig fannst þið það? Hvað var það aftur? Það er hérna hvíta langa karamellustykkið sem er svona með hólum í. Já, ég er ekki mikill karamellumaður. Því miður. Þarftu nú að segja þetta og hann í allt annað sem að Curly Wurly er að gangi í gegnum. Heyrðu, Helgi, þetta er rosalegt. Í 3. sæti. Já. Og hvað er loka vinningurinn? Heyrðu, í þessu þá er þetta stóri vinningur? Annað sætið er gjafakort í keilu, 15.000 kr. gjafabréf, duga fyrir 55 mínútum í keilu og 3 pítsum. Þetta er í keiluhöllinni. Já. Og í fyrsta sæti þá er þyrluflug fyrir 2. Fly over Iceland Reykjavík fyrir 2. Sko, málið er það, Helgi, að Ísak Regína lendir í 3. sæti. Já. Og þannig að Regína vinnur ekkert. Hún er þetta búin að vinna líka áðan, sko. Já. Ísak lendir í 2. sæti, þannig að hann vann líka eitthvað áðan. Já, ok. Þannig að það færist á niður í 4. Það er Dabbi. Sem fær þá annarsættis velurinn. Já. Regína vann ekki, hún fekk bara auka. Hún fekk aukavinning. Það er rétt. Það er þá Regína sem fær annarsættis. Hún er að detta í gjafakort í keilu, 15.000 kr. gjafabréf. Láttu Dabba hafa hamborgarafabriku frá mér. Já, hamborgarafabrika og Dabbi hamborgarafabrika. Þannig að Regína og Dabbi taka þetta. Aftur á móti, sigurvegarinn sem er að fara í þyrluflug. Nei. Jú. Nei. Tekur úlinga þáttakvissið. Er engin önnur en Jenna. Það er Jenna. Það er Jenna. Jenna. Til hamingju, Jenna, hún var með 100% allt rétt. Regína segir hjá mér er ég í 1. sæti. Segir Regína, já, það er vegna þess að hún er að spila á sínum tíma. Já, þannig að Regína, þegar leikurinn klárast, þegar við lokum, þá sjáum við lokastöðuna. Þú sér stöðuna á þeim tíma sem að... Setið á skjáinn, þannig að það sé á hreinu. Það er eins og það er. Svona lítur þetta út á... Matti er... Já, hann setur skjáinn á. Þá sjáum við hérna, svona er lokastaðan í síðasta kvissinu. Hérna getur ég séð Hjálmar, það er ekkert grunsamlegt við þetta sem við sjáum hjá Hjálmari. Hann er búinn að fela alla mögulega leiðir sem þið sjáuð eitthvað. Þannig að sjáum við lokastöðuna. Það er Jenna, Ísak, Regína, Dabbi, Jórunn Þóra og svo Hanna í þetta. Hörru, þetta var geggjað. Þá förum við í bingo. Þá erum við á leiðinni bingoið. Já, og þá þurfum við aðeins að lefa fólki aðeins að standa upp. Já. Og það fara í svolítið aðra stellingar núna. Ok, þessar stellingar. Þetta eru góða stellingar. Það er uppáhalds bingo númerið þitt, ekki? Bara ever. Forever. Er uppáhalds bingo tala? Já. Erum við ekki að tala um O69? Ok. Dirty number? Dirty út af... Ha? Út af hverju var það? Út af hverju varum Dirty? Já. 69? Bara alltaf 6 og 9 saman. Ok. Það er eins og það er. Ég átta mikið á því. Þú lærið það þegar þú voru fullorðin? Ok, vel gert. Jenna faralega gert, Regína Einarsdóttir gengur bara betur en að segja hún, sko. Heyrðu, top of the notch, Helgi, það er komið að því. Fyrsta umferð af 4 í bingo. Og þetta verður algjör veisla. Við erum að fara að spila 4 umferðar af bingo núna eftir að vera að spila pubquiz. Wow. Þetta er hann Jens. En eins og ég segi, hann er fyrstur til að taka þennan pakka. Já. Pubquiz bingo pakka. Ég hugsa þetta verður árlegt. Það er einhvers sem segir mér það. Já. Þú verður reyndar ekki alltaf, en þú veist, þetta verður alveg geggjað, sko. Hvað meina með því? Það verður bara eitthvað annað í staðinn. Verði ég í 69? Þetta er... Ég veit ekki eins og hvað það er. Nei, veist ekki hvað það er. Heyrðu, þú ert með spil hérna og byrjar að stokka. Já, útskýrðu okkur við með þau. Við ætlum á eftir í örstutan veiðimann og ég ætla að sýna Hjálmari hvernig maður spilar. Nei, málið er ef að það eru fleiri en eitt sem fá bingo. Já. Og hvernig ætlum við að láta tilkynna bingo? Vorum við búin að ákveða það? Það er bara eins og alltaf, Helgi minn. Það er SMS í þennan síma, ID-numberið. Ok. Og það kemur hérna 793-2500. Ok. Þú ert að vinna með streyma, sko. Þú ert ekki að vinna með einhverju viðvaringum. Þetta er allt klárt. Ok. Þannig að welcome to the real world, Helgi síðan. Ok. Þannig að þetta er, já, eins og Telma segir núna, jæja, let's go. Heyrðu, Hún segir bara jæja, let's go. Ég ætla að hendi einn spilagaldur hérna. Ok. Ok, er það til? Býtu, ha? Býtu, ha? Ok, tilbúin aftur? Ok, ég ætla að fá að horfa hérna.
Upp á þunnu lofti. Þetta alveg rosalegt, sko. Heyrðu, ok, þetta flott. Vá! Heyrðu, Bjarni segir sökka í pubquiz en tek bingo í nefið. Segir hver? Bjarni Magg. Bjarni Magg. Sko, ég vissi að því að ég byrjaði að Bjarni væri bingospilari. Ég veit að Hjálmar á eftir að snýta þessu. Góður. Alltaf góður. Alltaf góður. Ég byrjar að sakna þess. Let's ljúgur og catcher. Já. Herðu, það og við höfum þetta einfalt. Allir búin að ná í bingospildin? Já. Það allt svoleiðis. Ég ætla að vona það. Ég búin að ná í bingospildin og við spilum þetta einfalt á netinu og við munum spila B. Fyrsta sem við spilum er B og þú verður með allar tölunar í B til að fá bingo. Það bara svoleiðis. B is the game, Helgi. Og það verið að B eftir fyrst tölunni. Það hérna. Vá. Erfiðasta talan. Erfiðasta talan í bingo, það er B1. Ég segi það. B1. Nei, bingostjórinn náttúrulega segir fyrstu töluna. Ég er bingostjórinn. Hjálmar, er maðurinn sem stjórnar vélinni, er það ekki aðstofamaðurinn? Ég hlýt að... Heyrðu, Atli Guðbjörns segir ætti að vinna eitthvað, hann er búinn að æfa sér allan dag. Já, ok. Já, hann er búinn að heima. Merki á spjaldið. Næsta tala er vítaminið, B12. B12. Það er B12. Ég var búinn að spá B1. Já. Og rétt ára eftir er B5. Það er B5. B5. Blessuð sé minning hans. Blessuð sé minnings B5. Það opnar aftur. Heldur það? Já. Ég hugsa að verði allt eins og það var, bara eins og ekkert hafa gerst. Ok. Svona í ágúst-september. Það bara allir, það var eitthvað. Það voru bara eitthvað svona, voru við inn í einhverju skýi eða. Ok. Svo er það 4. talan og það er ekki orðið bingo fært eins og við segjum í bingo á Bransanum, sko. Men þess að það vantar ennþá eina tölu til þess að, þú veist, ná öllu. Já. En það er B13. B13? Það er B13. B13. Ég var búinn að spá B10. Ég verði eiginlega að standa við það. Ekki vera, þetta er eitt sem þú átt að læra. Þú átt aldrei að vera að gaspa einhverja tölur, þá heldur fólk byrju sagðan þessa tölur. Já. Þannig að þú bara steinþegja. Bara að segja töluna sem þú komnar. Ok, þannig að enginn gerir ráð fyrir neinu öðru. Nei. Ok. Þetta er nefnilega eitthvað sem þú þarf bara að læra. Já. Einmitt, takk fyrir þessa kennslu. Það er B13. Heyrðu, svo er það. Nú köllum við þetta bingo fært, eins og það er komin möguleiki á bingo og það er B11. B11. Það er B11. Það er B11. Og þetta er bara fyrsta bingoð af 4. Og hvað er velun? Hjálmar, í velun, í fyrstu umferðar bingo, í öðru sæti, gjafakort í minigerðum fyrir 10.000 krónur. Ok. Sem er heitt hringur og matur fyrir cirka 4. Já. Og í fyrsta sæti er baula óskaskring. Það er hægt að velja úr ýmsum upplifunum eins og til með stekur, gisting og fleira. Ok. Kannt þú eitthvað á þetta stýrikerfi hérna? Fara inn á SMS þetta stýrikerfi. Hvað ertu gamall, Hjálmar? Kannt þú þetta stýrikerfi? Þú ítir á SMS. Ok, herru, Eggert hann er vandræða líka í bingoinu. Nú? Hvað er að gerast með Eggert? Ég ætla að vona hann lítur að vera hefnasti maður í Ástús, bara svo við vitum. Það held ég sé svolítið þannig. Það er allavega B11. Hún er komið inn og það er ekkert bingo en þá. Nei. Þá förum við í næstu. Þið sendið SMS í þetta númer sem er á skjánum, sem er hann upp í ykkur starf. Það er upp í vinstra horninu 793 2500. Sendið ID-númerið sem er hægra meginn á spjaldinu. ID-númerið. ID-number. Þannig að þú veist, þá vitum við. Sennilega þetta talan sem ykkur er að bíða eftir og er að fá bingo núna, það er B6. 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 Það er B6. Nú held ég Helgi, nú ætla ég að hinkra aðeins. Hörðu, það er allir byrjað, það vantar 2 á báðar aðeins. Já, þetta er rosalega spenna, sko. Þetta er mikið 2 tölur sem að ná eftir að vanta 2, ok. Engin komin ennþá. Hörru, byrju. Ha? Bingo, spjald 085, Jóhanna Ingimundardóttir. Já, eftir rólegur, fyrsta kanna. Fyrsta kanna segir hún. Nei. Ha? Nei. Þetta nú við. Hún segir spjald 085. Nei, það er bara ein tala komin. Það stemmir ekki. Þú hlýtur að vera með rámt spjald. Úps, ekki komið bingo. Nei, það er ekki komið bingo. Það er ekki komið bingo. Það er ekki komið bingo. Svona getur þetta gerst. Jóhanna Ingimundar aðeins að svona hræri í ykkur. Hún gerir þetta svolítið. Hún gerir það. Já. Heyrðu, það er B14. Það er B14. Hefur þetta allt ready. B14. B14. Nú gæti dottið bingo, sko. Varstu maður að segja hvað þú að spila upp á það?
Já, ég er búinn að því. Það er óskakkrið. Það var á sama tíma að þú varst að læra stýrikerfið á símanum. Ok. Það er ekki komið bingo að þá. Þetta er áhugavert. Ég hef ekki lent í þessu áður. En einhvern tímann er allt fyrst. Það er B4. Það er B4. B4. Það var ekki skemmt þar. Nei. Það var ekki mikið skemmt sér þar. Á B4. Ceres 4. Ceres. Það er í skák. Já. Heyrðu. Hvernig verður það? Þetta er skák. Já. S-K-A. K. Það er B4. Hvað er þetta? Ég held að vera löngu komin. Ok. Ég var að fara næstu það. Já. Það er Paul Gascoigne. B8. B8. Það er bara svoleiðis leikur á morgun. Tottenham City. Nú er það? Úrslit með deildabikars. Alveg rétt. Nýbúið að reka Mourinho. Allir velkonir. Hjálmar fekk mikið að samákvæða um því. Hvernig leiði með það? Ég segi bara is what it is. Já. Hefurðu viljað halda honum? Því miður. Það var bara þaulreitt. Var það? Já. Ég var hrifinn á hann í byrjun en ég ætla ekki að fara að fótbolta þetta. Nei, ekki það gengur svona illa. Nei, Sandra Dögg segist um bingo. En það vantar ID number. Sandra Dögg, henda okkur. Já, hún segir 039. Hún svaraði kallinu. Hún svaraði kallinu. Búm! Fyrsti vinningshafi. Búm, Sandra! Býtu. Við erum að fara í spjald, verður sem mér sýnist vera 2 bingo. Heyrðu, Hekla er þetta líka. Já. Hekla, kíkjum á það. Búm! Ok. 2 bingo. Heyrðu, sko, þá erum við náttúrulega með 2 vinninga. Já, ég er að segja bara hvor fær hvað. Já, ég myndi bara segja fyrri. Kom með svo sem er fyrri og svo sem er með 2. Já, fyrst það eru bara 2. Þannig að ég ætla að segja að vinkona okkar, hún Sandra Dögg. Sandra Dögg. Hún er að vinna Óskarskrínið. Það er bara svoleiðis. Sandra Dögg, Óskarskrín. Já, congratulations. Og Hekla, hún er að detta í mínigarðin. Hekla, mínigarðin. Vá, þetta er geggjað. Helgi, það er verið að biðja um betri tölur. Betri tölur. Já. Herðu, meira viski, flottari menn og betri tölur. Já, jú. Er það ekki eitthvað lag? Jú, það var reynda fint. Meira viski. Ég var svolítið alveg tilbúinn að draga. Betri tölur. Ok, Hjálmar, ég ætla að taka séns. Ok. Laufagosi. Nú, það er rétt. Vá. Þessi virkaði ekki. Ég lést. Ég sá hvort. Heyrðu, Helgi. Þá höldum við áfram. Og við höldum áfram að hafa þetta svona einfalt. Það er eiginlega skemmtilegast í bingo. Og við ætlum að spila núna I. I. Og fyrir I, Helgi, fara aðeins yfir vinningarna. Já, ég ætla að fara yfir vinningarna, Hjálmar. Meistari. Mikli meistari bingosins. Það er, í þessu ertu með í öðru sæti, Öskju Óskarsgrín. Og það er þetta velja úr ýmsum upplifunum. Ójá. Og í fyrsta sæti þessu er Jarðböðum Mývatn. Og það verður safnað enn frekar í hópferðarbílinn sem fer þangað. Jens er að fara, hann er að fara að keyra fullt af Ég held að þessi ferð verði episk. Já. Það verða allir saman, þú veist. Ok, og þetta eru hvað? Önnur umferð? Þetta er önnur umferð í bingonu og við ætlum að spila I. Já. Góð regla er að hreinsa spjaldið. Já, hreinsa spjaldið. Bara svona just in case. Hreinsa spjaldið. Ég held að sé vinstra meginn að hægra meginn þá reset card. Reset card, já. Og I25 er fyrsta tala. I25 er fyrsta tala. Og beint þar á eftir er I20. I20. Ég var í sko, getur við hringt í einhvern eftir þennan? Já. Mér langar að heyra í einhverjum, þannig að endið símanúmerið á okkur. Já. Við þurfum að fá símanúmerið til að geta hringt í. Það verður gaman að... I20 og svo skal við reyður. Jens segir, erfitt að vera púlar í dag, gott að taka slakandi bingo til að ná sér niður. Já. Sandra. I16. I16. Sandra þakka kærlega fyrir sig. Við þakkum þér líka fyrir, Sandra. Þú spilar þetta faralega vel og áttir þetta eiginlega bara skilið, sko. Heyrðu, Ice Mythology er að senda okkur númer. Hver er Ice Mythology? Þú mátt segja nafn líka. I16. I16. Og eftir í þá ringjum við einhvern heppinn. Hann er heppinn, við ætlum að henda einhverju vinninga. Það geti gerst. Geti gerst. I16. Svo er það I22. I22. Já. Góð tónlist. Já. Þægileg. Nú er það þægileg, sko. Hörðu,
Það er komið að Helgi, það er bingo fært. Já. Það er I30. 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 Herðu, hún segir það, Herdís Þóra, hún segir, þið svo fyndnir, dillandi svona í takt við tónlistina. Ég heldur að hann gleymt okkur á. Já, en átti þetta að vera fyndið eða töff? Þetta átti að vera töff. Þetta átti að vera töff, en þetta aðeins röng viðbröð. En I30 var síðastala og þá er komið, hörru, nei, það er komið bingo. Það er I28. I28, Helgi, fylgstu með? Já, þá ætla Hjálmar fyrir einn heppinn sem að heyrir hvað hann er að gera núna. Þá verður sérstakur vinningur. Hann fær tissúið frá Hjálmari. Hjálmar ætlar að halda upp á það og gefa einum heppnum í lok kvöldsins. Maður er bara... Nei, Hjálmar er með 2 börn á leikskólaaldri. Já, ég fæ alla pesti sem ættir að fá og... Svo ekki ímynda ykkur í lífi hans mjög erfitt. Ég er líka pest núna með eitthvað smá kvef, sko. Hjálmar hefur átt erfitt lengi og... Ég fíla snýta snýra, segir Steina. Steina er að grilla okkur. Já, ég fíla snýta. Já, I27. 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 Komið með bingoið, komið með bingo. I27. Þetta er annað leikur í bingo. Ríkar þetta skemmtilegt, maður. Heyrðu, nú er þetta inn. 092, Kristmundur. Ok. 092. Það er bingo. Það er bingo! Kristmundur hafði þetta af. Já, er ykkur fleiri? Mér sýnist vera dett inn hérna annað. Ok, bring it on, Það er sugar. 135. 135. Það er líka bingo. Já. Það vantar reynda nafn hjá... 660. 660, 68. Senda okkur nafn. Yes, sir. Helgi. Já. Það er Kristmundur að næla sig. Heyrðu, Kristmundur er að... Heyrðu bara aðeins í Krissa? Já, eða ekki bara? Já. Heyrðu í Krissanum. Við höfum enga að tapa, sko. Það gerum við alltaf bara... Heyrðu, það er Davíð Örn sem það er. Það er Kristmundur og Davíð Örn. Kristmundur... Heyrðu, býtu. Já, Davíð Örn, já. Ok, áhugavert. Heyrum í Kristmundi. Lækkum aðeins í tónlistinni á meðan. Ég ætla að segja að hann sé kallaður Krissi. Já. Þú heldur hann sé kallaður Mundi. Ok. Og nú kemur það bara í ljós, hvor hefur rétt fyrir sér. Já, halló? Blessaði Krissi. Góðan dag. Já, mann að heyri Munda svona léttu kvöldi. Það ekki? Hvort þetta kallaður? Kristmundur eða Krissi eða Mundi? Eiginlega hvorugt, sko. Ok, hvað þá? Hvað þá? Ég er bara að kallaði Kristmundur. Já, ég var bara að kallaði Kristmundur. Fallegt nafn. Til hamingju, Kristmundur, þetta var vel spilað þér. Já, þetta var vel spilað. Já, þakka þér fyrir. Þú varst fyrstu til að ná þessu. Þú ert á leiðinni ásamt góðu fólki í Jarðböðum við Mývatn. Já. Hefurðu komið þangað? Nei. Nei, þetta er virkilega góðu staður. Ég er búinn að fara þarna nokkuð skipti. Já. Það verður hópferð, Jens allar að stjórninni. Ok. Það verður askja sem þú getur sett úrið þitt, en hann mun útskýra betur fyrir þig hvað það þýðir, seinna. Já. Ok. Og hérna, hvernig gekkar annars í pubquizunum? Mjög illa. Já. Þetta hefur verið með 0 stig. Bingo er þinn leikur. Bingo er þinn leikur. Já. Já, það er greinlegt, sko. Þetta er skemmtilegt. Takk fyrir þetta. Heyrðu, takk fyrir. Þú heldur áfram. Takk. Ok, bye. Helgi, við spilum núna, málega það, við erum að spila það svo kallar Hyper Turbo í bingo og það er N. Það er 20% afsláttur. Heyrðu, Davíð Örn er þá að lenda öskju óskaskrinni. Það er Davíð Örn. Til hamingju, Davíð. Til hamingju. Þá erum við að fara í næst síðustu umferð. Það er 3. umferðin í bingónu og þá verða í öðru sæti Jarðböðum við Mývatn. Ójá. Í fyrsta sæti er S4S gjafakort. Já. Og við ætlum að spila núna N sem er svona Hyper Turbo leikur. Já. Og þannig ég þarf að byrja því Helgi að setja þig stellingar. Hvernig? Bara vera ready. Nei, N. Já. Myndur þú geta gert N? Er ekki N svona? Sko, N er náttúrulega svona. Já, menn er að gera það... Ok. Ha? Já, hreinsa spjaldið. Já, hreinsa spjaldið. Þetta kemur ábendingur sal. Já. Það er N39. N39. En þau eigum einhverja aukavinning eftir, hvernig er það að staða? Já, já, ekki henda út einhverju. Jú.
Heyrðu, Hjálmar, sko. Held ángríns, hann hafi verið með yfir 30 vinningi kvöld. Var það svoleiðis? Heyrðu, við ætlum að gefa Rósendal hvítvínsglös. Þetta bara einhver bilun, sko. Hvað finnst þér að Rósendal hvítvínsglös? Það Ronny Rósendal hvítvínsglös? Nei, þetta Þetta er Ronny Rósendal? Já. Hann var í Liverpool. Já, þetta ekki hann. Heyrðu, hérna verður ein keppni. Sá fyrstur til að kommenta lífið núna vinnur glösin. Ef við kommentum á YouTube, sá fyrstur til að kommenta lífið núna. Það þarf að vera rétt. Steina! Steina Natasja, hún nú búin að vera helvítið allt í kommentunum, þannig að hún á þetta inni. Til hamingju Steina. Steina, þú hefur þetta, en Steina mun að sjálfsögðu gefa með sér glösunum. Þetta var geggjað, sko. Þetta var sniðugt hjá þér. Já, svolítið skemmtilegt. Lífið var í gær, nei, ekki alveg rétt, Sindri. Sindri Þóri. Það í dag og sérstaklega núna. Það svoleiðis, við fyrir með næstu tölu enn. Minnum líka á að konum með að taka pláss. Það önnur lína sem hefur komist upp. N40. N40. Það N40. Heyrðu, Hjálmar, af þeim sem sögðu, það voru 9 konur sem sögðu lífið núna. 1 gaur. Og hver það? Hvaða meistar það? Heyrðu, Bjarni, nei, veitu, Bjarni Magnús, nei, hann var að gera eitthvað. Já, þú var greinlega eftir ekki að sjá það. Og svo var 1 gaur sem sagði lífið var í gær. Það meira konur sem eru á því lífið núna. Það kunnað þetta. Já, ég veit þetta. N31. N31. Þetta geggjuð tónlist, sko. Myndirðu segja að þetta var tónlist í svefnherbergi, Helgi? N44. N44. 24/7 playlistinn. En Steina tók þetta glugg í rauðvín, segir hún. N44. Steina vill segja okkur í dance-off. Já. Eða það meira dance-off. Hætta. Já. Dance off. Dance on og dance off. Hún að stilla okkur. Herðu, við erum eiginlega... Það er svo gaman að eigum við eitthvað aukavæning eftir. Já, við getum gefið í bíó. Já. Gjafabréf fyrir 2 í bíó. Já. Mynda vel í sambíónum. Svo reitt hérna svona smá grín. Já, ok. N44, já. Má sjá. Er þið komið eitthvað? Nei. Þannig ég fyrir næstu. Það Helgi. Já. Tilbúinn. Já. Rosa tilbúinn. Þetta getur verið vinningstara. Þetta má ég segja. N45. Heyrðu, átti ég ekki að segja þetta? Það N45. N45. Já, N45. Það er bara svo fólk heyrið almennilega, sko. N45. Það er N45. Koma á svo. Hver með bingo? Það lítur ykkur að vera bingo. Lítur ykkur að vera með bingo. Ekki að þá. Helgi. Ég sé ekkert bingo, allavega ekki þessum síma, kannski á einhverjum öðrum. N41. Nú kemur það, nú hrúast þinn, sko. N41. Ég held að við verðum að fara í spil núna, það verða fleiri en 2 með þetta, sko. N41. Hvað er að gerast? Hvernig... Maður bara... Bobo í bíó. Bíó. Zzsk. Ekki komið bingo ennþá. Það þú að fara næstu, Helgi. Byrju, nei. Þetta er bongo. Það er eitt sem hendur í bongo. Ég veit ekki hvort að það þýðir að það kemur ekki IT-númer með. Það kom í galsi í hópinn. Eins og við var að búast. Eins og við var að búast. Nei, byrju, hann hendur hérna í, hann segir 036. Ok, bongo, 036. Herdís. Er þetta Herdís? Ok. Heyrðu, það er svoleiðis. Það er bara bingo. Það er bingo-bongo. Þú ekki að henda einu örstuttu símtala á hana? Heyrðu í Lady Herdísi. Ef þetta er svo sem ég held þetta sé, þá var þetta algjör mistari, sko. Algjör mistari, sko. Heyrðu í Herdísi. Heyrðu, það vantar bara 30 tölur. Nesa vantar bara 30 tölur. Jæja. Nei, 30 tölurnar. Já, 30 tölurnar. Já. Halló? Jæja, lífið núna. Já, lífið núna, svo sannarlega. Svo sannarlega. Þú varst bara að næla þér í hérna
S fyrir S gjafakort, nei, jú, S fyrir S gjafakort, 15 skona gjafakort, öllum verslunum S fyrir S. Geggjað, til hamingju með þetta Squeezy Pie. Geggjað. Hvað ertu að hugsa að fá þér? Vantaði skó? Það heyr ekki neitt. Halló? Já, vantaði skó? Já, maður getur alltaf á sig skó. Jú, það er svoleiðis. Hvað fannst þið skemmtilegast í kvöld? Bara því að dansa og dilla. Já, Er það ekki? Og Hjálmar að snýta sér væntanlega. Það er væntanlega það sem hefur gert kvöldi fyrir þig. Já. Heyrðu, bara virkilega til hamingju með þetta. Til hamingju. Þú nælir þér í flott skópar. Þú getur líka fengið rafhjól í Ellingsen. Þetta getur verið innegn upp í rafhjól. Já. Allt í boði. Þetta til eitthvað. Bara æðislegt, til hamingju aftur. Þetta var fáránlega vel spilað hjá þér. Takk aðeinslega. Já. Takk fyrir, ok, bye. Já, bye. Pétur Már Harðarsson, minn maður á Nesinu. Hann sendir Hjálmar kóngurinn og besti varafyrirliði Gróttu ever. Það verið að misnota SMS-in. Það verið að misnota. We salute you, Peter. Það verið að senda Hjammi sé kóngurinn. Já, en Pétur Már er Þetta viljum við ekki sjá, Hjálmar. Þetta viljum við ekki sjá. Pétur ef ég man rétt, ég held að hann sé 89 ára gerð. Ég þori ekki að fara með það, ég held að það sé rétt hjá mér. Ég held að það sé 89 ára gerð, en það er eitthvað annað. Það er bara ég að giska. Hjálmar, við eigum inni, þá jarðböðum í vatn. Já. Þannig að... Eigum við það inni? Já, við gætum átt það inni núna því að við erum að fara í fjórðu umferð, síðastu umferðin og það er O. Nei, við ætlum að spila Go. G-O. G-O, ok. Og mér langar aðeins við þurfum ekki að flýta okkur, eða það? Nei, ég er ekki leiðin neitt. Það var hrikalega skemmtilegt og mér langar aðeins að bara gera þetta alvöru, sko. Við spilum G-O og fyrsta stafurinn er... Og ég ætla að segja það að fyrstu verðlaun í fjórðu umferð er iRobot Roomba ryksuguvelmenni. Fullkomin ryksuguvelmenni með myndavél og skynjurum sem kortleggur heimilið. Ok, það er G51 í fyrsta talin í G. G51. G51. Já. Og... Heyrðu, Sandra Dögg segir besta bingo sem spilað. Frábært. We salute you, Sandra. We salute you, Sandra. Og 74. Og 74 við spila Go. Og 74. Því það er búið að gefa Go núna. Bretland segir bara COVID er búið. Já. Sástu það? Já. Við Íslendingar þurfum líka að fara bara... Við þurfum að gera það. Já. Á ég að koma það? Hjálmar segir það. COVID er búið. Tilbúið. Út með ykkur. Að standa út með ykkur, þetta er búið. Fjölda smitt í gerðkvöld. Eftir ranga yfirlýsingu Hjálmars í bingo. Hörðu, það er G56 er næsta. G56. Hörru, Jóhanna, hún vill að meina að Zumba, iRobot Roomba sé á leiðin í Mosó. Það er svoleiðis en Helgi þá væntanlega þarf hann að vera með O62 því það er næst að tala O62. Haraldur segir líka myndavél, svo maður getur ekki verið nakin heima ef maður vinnur. Myndavél að taka upp og vera svona eitthvað að rölda og allt í einu búin að vera að streyma sjálfan sig eitthvað. Svo er það O71. O71. Gaman að þessu fólki, þetta er mjög skemmtilegur hópur. Já, frábær hópur. O71. Endilega með banki í okkur ef við hittum okkur á förnum vegi. Og banka í okkur? Og segja halló, lykilorðið. Halló, Hjálmar, ertu heima? Hjálmar, halló. Hörðu Helgi, séu hvað talan var að koma? Það er einn talan. Heyrðu, það er O69. O69. Sem þú veist ekkert hvað því. Ég veit ekkert hvað hann að tala um þegar hann kallar þetta dirty number, sko. Ég skil ekkert í þessu. Nei. Þú er ekkert heldur útskýrt það frekar. Nei, enda lærir þetta bara þegar þú verður fullorðinn. Það er G47. Getur prófað að googla. Það er G47. G47. I'll take you to heaven. G47. Herðu, svo er það O63. O63 Helgi Torfi Jensen. Það er O63. 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 Og O61. 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 Og við fyrir í næstu tölu. Helgi, þú lest hann upp. Heyrðu, já, nú ætlum við að heyra... Nei, við skulum öll beita vikilli eftirtekt og hlusta vel. Já, þarna, hann búinn að safna vel núna. Þetta var virkilega... Ég held að þetta var hans besta í kvöld. Mér fannst eins og að væri eitthvað að losna þarna. Þetta var svona... Sko, nú var ég að snýta mér svo mikið. Það meðnastu yfir mig, sko. G59. Það verður svona, allt í því bara... Og svo, boing!
Það er fólki byrjað að hvetja mig hérna í kommentakerfinu, sko. Já, áfram, Hjálmar, áfram. Ok. Já, það verður báðaræðir. Já, þetta eru báðaræðir. Og G53. G59 og G53. Og svo það sjálfsögðu hinn mikla og vinsæla tala sem var svo mikið talað hérna í kringum árið 1970, en það er O70. O70. Og svo það G54. G54. Það er G54. Helgi, hefur eitthvað aukavinning eftir? Allir búnir? Við eigum... Ég vil ekki eiga eitthvað eftir, sko. Ég vil að sé allir farnir. Sko, ég held við eigum 1 gjafabréf bíó eftir. Já, hendu gjafabréf bíó núna. Sko, við vorum með hérna... Það er O, ég ætla að segja eina tölu viðbót. O68. 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 Rúmbunni í Garðabæ, segir Maggi Möller. Prófa að hringja hérna út. O68. Og O65. O65 var að detta. Við fengum þetta númer hérna á tjattinu. Ok, O65. Aðeins að leggja í tónlistinu, við ætlum að prófa að heyra í einhverjum þessum. Heyrðu, er það Ice Mythology? Ice Mythology, það er Kristjón. Ég hef aldrei áður hringt í YouTube user. Þetta er svona... Ertu gamer? Ertu gamer, sko? Ertu gamer? Call of Duty. Já, Call of Duty, maður. Já. Geggjað, sko. Lítið að vera. Hvernig er búið að vera í kvöld? Það er þetta gaman. Já. Það er super cozy. Geggjað. Hvernig eru hljóðin hans Hjálmars að koma út svona í streyminu? Við heyrum þeim vel hér, snítið, sko. Ég finnst það bara helviti vel gert, sko. Er þetta ekki heimilislegt, bara? Já, helviti vel. Hann mætti jafnvel reka við og jafnvel eitthvað aðeins til að létta stemninguna meira. Þessi var nú blautur. Það er mikið bíómiða. Við ætlum að gefa þér bíómiða. Gamer. Hvað er nafnið? Hvað er nafnið? Kristjón. Kristjón. Yes. Robert. Erum við takk snillíkur. Við verðum í bandi. Og maður segir thank you, Tíusson, á gamer tungumáli. Já. Tíusson. Og 75. Og 75. Og 75. Og 75 og G48. Og 75 og G48. Nú er að verða bingo fært, heldur betur, sko. Nú er alveg bingo að fara dett inn, sko. Það er bara svo leys. Maggi Mölli vill fá rúmbuna í Garðabæ? Ég var að segja á hann. En það heyrðist náttúrulega ekki, þú veist, óskýr og... G46. G46 og ég held við séum bara alveg að fara dett í bingo núna. Og G46. Og svo er það bara svo leys. Það er G52. Það er G52. 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 Ég held við séum bara, það er einhver með einn eða 2 tölur bara. Ok. Þetta er bara svo leys. Þetta er alveg að detta, sko. Heyrðu, samlokutala, Helgi. Já. Getur það verið sigurtalan? Og? 66. O66. 2 tölur smetla saman, það er samlokutala. O66. O66. Þetta Max segir að það er háspenna. Er það ekki? Jú. Herru, býtu? Ha? Býtu við. Það er sennilega bara komið. Nei. Jú. Við erum alla töluna samt. Í báðum reytum. Báðum reytum? Já, það er klárt. Hún Þóra var að detta í bingo. Erum bara ein með þetta? Nei. Jú, ha? Býtu við? Nei, nú erum við að fá inn. Býtu, hún segir hérna. Sko. 176. Þóra er dottin inn. Svo kemur erlent númer. Það segir líka 176. Já, ok. Þau segja sama. Plus 45. Hún er að spila... Nei, er það ekki? Hvaða land er þetta? 45 með Danmark? Já, 45. Nei, við vorum að spila Go. Við vorum að spila Go, það vantar eina. Og Rakel vantar eina tölu, vantar G49, hún er ekki komin. Já, Þóra sendi fyrir. Já, Þóra sendi fyrir mig. Já. Sama manneskjan. Þetta er bara púf. Ok, skilur þú þetta? Já. Hélt ég myndi ekki ná að gegn. Ok. Þannig að við erum... En 075 er ekki bingo. 075 er ekki alveg bingo, ekki ennþá. Það vantaði eina tölu. Sko, við getum sagt það að við eigum nefnilega jarðbuðin eftir. Já. En ég ætla... En byrju, hver vann? Rachel. Er það ekki Rachel? Það er Rakel, 075, sem er að Nei. Ha? Það er ekki hún.
Nei, þið sendu Hugsa, já, 176, það er Þóra. Já, hugsa. Þóra er að skella sér í rúmbuna. Roomba. Hún vinnur rúmbuna. Þóra vinnur rúmbuna. Eigum við að fara í eina tölu Já, förum í eina tölu viðbót. Ok, ekki hreinsa, við ætlum að fara í eina tölu viðbót. Við ætlum í eina tölu viðbót, af því við eigum 2 vinninga. Það er Jarðböðum við Mývatn og Gjafakort í Keilu. Ok, þannig að það er einhver sem vantaði bara eina. Já. Gæti Axel unni núna. Og 64. Og 64. Hvað vann hún þá, hún Þóra? Hún tók rúmbuna. Já. Roomba. Og 64. Spurning að heyra í Þóru. Og 64. Hún er í erlendu. Hún er einhver erlendu númeri. Já. Veitum þú, ertu ekki að flækjað, drengur? Hvað er alveg að það? Nei, ég gæti ekki. Og 64. Ekkert bingo. Er ekkert bingo við 64? Það var bara næsta. Það er G. Já, hætti að segja að tölu sér ekki með. Ok. Sen listi þá G57. Það er tala sem átt að byrja eftir, held ég, Jóhanna mín. G57. Nú gerist þetta. G57. Nú kemur hann. Ok, tilbúinn. Það kemur hann að Helgi, sérðu? Já. Það kemur. Það er start nummer 1. Þú ert að grínast. Ég elska þegar sá sem sæki fyrst, sko. Hann er þetta. Heyrðu, Jósef. Fyrstu til að sækja spjald var að fá vinning. Jósef er að detta í gjafakort í Keilu. Það er Jósef. Vel gert, Jósef. Þú fær 15 konar gjafabréf í Keilu. Síðan hefur við þá 1 vinning eftir. Já. Og við getum eiginlega ekki dreigja aftur Nei. Viðbót, þannig að við ætlum að fara í að Við ætlum að velja. Með 3 aukavinning eftir. Já, hvaða aukavinningar eru það? 2 gjafabréf í bíó Já. og ruslaplokkar. Já. Og 2? Já. 1 ruslaplokkari og 2 gjafabréf í bíó. Já, fyrir. Helgi, þú mátt velja. It's up to you. Heyrðu, ok. Ég er sem að kasta út hérna. Já. Gjafabréf í bíó. Gjafabréf í bíó. Fær. Herdís Þóra Snorradóttir. Hún er að detta í bíó. Ég ætla að velja Já. Ellu Frímanns því hún var trufluð í kátt. Hvað ætlar að gefa henni? Ruslaplokkara. Hvað? Er ekki eitthvað sem heitir ruslaplokkara? Jú. Við erum búin að gefa fólki 15 krónur og Jarðböðin. Ég ætla að gefa henni. Hún sagði því, gerðu þetta vel. Ég ætla að gefa henni ruslaplokkara. Ég held að vera ánægður. Veistu, þú varst svo ánægður. Ég persónulega Það verður svo að þú væri bara ógeðslega glaður. Já, en ég segi til hamingju með ruslaplokkara. Það er það sem ég segi. Þú mátt hína rusl. Þú ert 1 eftir. 1 vinning eftir. Heyrðu. Það er bíó. Svo eigum við ekki Jarðböðin við Mývatn 1 svoleiðis eftir. Jú. Það gekk ekki út í næst síðustu lótinni. Já. Vá, þú átt stóra vinning eftir. Já. Ok. Er spurning að hendi ykkur að... Ég kemur spurningu. Ok, Hjálmar kemur með spurningu núna. Ok. Og sá sem hann getur svarað henni er að fara að vinna, hann fer í hópferðina, Jarðböðin við Mývatn. Jarðböðin við Mývatn eru tilbúin. Þið verða að svara hérna í kommentakerfinu. Ekki senda okkur SMS, svara hér. Ekki SMS, sendi inn á YouTube. Ég spyr, það verða að lækka í tónlistinlega fyrir þess að þetta er tónlistarspurning. Ég spyr, úr hvaða íslensku sjónvarpsþáttum er þetta þemalag? Útsvar Gunnar Eyjólfsson! Búm! Geggjaður Gunnar Eyjólfsson til hamingju. Vá! Jarðböðin á þeim miklu meistari. Og fárálega vel gert. Bríett var önnur. Og hvað þarf hún? Ruslaplokkara. Gjafabréf í bíó. Nú, ok, gjafabréf í bíó. Búm! Bríett var gjafabréf í bíó. Já, svara í síma vegna vinnings. Við tökum þetta eftir. Þetta, já, prófa að svara. Við prófa að svara? Já. Já, góða kvöldi. Halló. Já, hæ. Hæ. Þetta er eins og útvarpsþáttur. Já, þetta er eins og útvarpsþáttur. Hvað segirðu? Ertu með óskalag? Herðu, nei, ég ætlaði að forvitnast eitt. Já. Mér skildist að þetta vera með 2 gjafabréf í Keilu. Það maður ekki heyrt þau? Jú, það var í 4. umferð. Þú voru að gefa áðan í... Þau voru annar vinningur í umferð 4 í báðum. Já, það var annar vinningur í umferðið í báðum í. Já. Jósef var að vinna.
Já, Jós. Ég var að telja þetta saman hjá mér, við fannst ekki að heyrt neitt um það. Já. Minnsta máli, ef það er eitthvað, Jóhanna, sem ég get aðstofa með. Ekki hika. Anytime, call us. Ekki málið. Takk, Skrís. Takk, Skrís. Bye. Vá, þetta var algjörlega geggjað. Ég, Helgi, Sján Klasen. Ég, Helgi, og ég, Hjálmar Örn Jóhannsson. Þökkum kærlega fyrir okkur, streyma, sjálfsögðu streyma.is. Nú er það að fylgjast með. Hvað maður stoppaði þig? Nei, býtu, ég er að fá eitthvað eirað. Það bara málið. Það er nefnilega að það er að sækja vinninga. Vinningshafar, þurfa að geta náð í vinninga. Og það er á skrifstofur. Já. Hjálmar, hvað segir maður? Þes. Já, mikið rétt. Suðurlandsbraut 26. Já. Sækja vinningarna þangað. Eftir helgi. Það er ekki að fara núna. Það þýðir ekkert að fara núna, sko. Nei. Við viljum þakka náttúrulega Jens fyrir að hafa komið og verið gríðarlega harður í þessu. Já. Þið voru algjörlega frábær. Við þökkum við kærlega fyrir og bara, hvað getum við sagt bara? Takk fyrir okkur, namaste. Já, og þes fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Þes fyrir okkur. Þes fyrir okkur.
Bye.